Komdu og ringdu hér í smásálina, komdu hérna vinur minn, já. Hringdu hérna vinur minn í smásálin, hringdu hérna vinur minn í smásálin. Já, komiði sælir hlustendur góðir og velkomin hingað í smásálina. Hér á línunni hjá okkur sérstakur maður sem við hringdum sérstaklega í hér til að taka þátt í smásálinni í dag. Og þetta engin annar en grillkóngurinn Medister Magnús. Komdu blessaður Medister Magnús. Já, komdu blessaður vinur minn. Já, hvað segir hann í dag? Jú, ég segi nú allt bara ljómandi. Þú ert náttúrulega byrjaður að grilla eins og Ég að byrja núna í dag. Það er fyrst í grilldegi í dag. Og ég byrjaður að svona snurfusa grillið og svona busta af því. Já, einmitt. Hef það í svona olíubaði. Já, og það eru, Medister pulsur? Já, ég grilla aldrei annað en Medister pulsur. Já. Það tekur í grillanum. Annað er bara rusl, sko. Já. Ég alveg við þetta. Já. Pabbi minn elskaði Medister pulsur. Einmitt, já. Elsku blessaði gamli maðurinn. Og ég fer stundum á næjan og heimili. Já. Hann er alveg lokaður, pabbi minn. Hann er búinn að loka heiminn úti. Já, er það svo? Hann starir bara framfyrir sig, sko. Hann spyr ekki hann innu og hann er ekki með nein tengsl við heiminn, sko. Nei. Og ég fer svona til hans alltaf. Já. Og þú segir honum, ég heimsæk hann alltaf, sko. Já. Og ég segi við hann, þegar hún biður að heilsaði pabbi minn, hann haggast ekki, sko. Nei. Og ég svona hreyfi höndina fyrir framan augun á honum og hann er ekki að sjá nýtt, sko. Já. Svo sest ég svona grípi hjá honum, sko. Tek svona í hendina á honum. Já. Og legg hann, held bara í hendina á honum. Og svo hvísla ég svona í eyrað á honum. Pabbi minn, ég er búinn að taka fram grillið. Og ég er byrjaður að grilla Medister pulsur, pabbi minn. Og þá sé ég, sko, þá kemur svona glamp í augun hans. Og hérna, Medister pulsur, pabbi. Elsku pabbi minn. Medister pulsur komar á grillið. Og þá færi svona líf í gamla manninn. Já. Þá fyrir hann að bara lifna yfir honum, sko. Þá langar hann að koma og fá að vera með í garðinum. Já. Hann kemur til okkar á sumrin alltaf, þannig að þetta er svona tilfinningalega tengt hjá mér. Já, auðvitað. Og þetta eru hans uppáhaldsstundir. Þetta hef ég alltaf gert til að fá svona færa líf í hann pappa minn. Já. Þegar hann elskaði Medister pulsur. En býtu nú við, þessi ást á Medister pulsum, hefur þetta gert að verkum að þú kannski bara borðar Medister pulsur í flest máli eða? Nei, það ger ég ekki. Nei, þetta er svona meira tilfinningalega tengt hjá mér. Og þetta er þá bara tengt við grill eða? Þetta er tengt við grilli, sko, ég grilla bara Medister pulsur. Eru það aldrei steiktar á pönnu hjá þér? Nei, það finnst mér að ég sprengir þær, sko. Já. Það er eina skipti sem að pabbi minn hefur lagt hendur á mig. Nó, býttu. Það var þegar hann kom að með einu sinni. Þá fór ég inn í ískáp og við áttum alltaf mjög mikið að Medister pulsum. Pabbi minn borðaði alveg nýtt hana, sko. Nei, einmitt, já. Og mér langaði að gleðja hann. Og ég setti Medister pulsu á pönnu og stekti svona í smjöri. Já. Og hann kom heim og ég sá að var svona bjart yfir honum, sko. Hann fann lyktina af Medister pulsunum. Hann kom svona í eldhús og ég stóð í mann svo ég gæst í gær. Hann stóð svona og horfði svona djúpt í augun á mér, sko. Og ég sá alveg, sko, bara tárin, sko. Hann labbaði svona, hann sá pulsuna, sko, hún var sprungið af hitanum, safinn inn í henni hefði springt sig út, sko, rifið alla síðuna á henni, sko. Já. Það bara skein í holdið, sko. Og hérna, hann sló mig utan undir. Já. Og ég fór að hágráta þarna og hann tók mér hann í fangið og þrýsti mér svona að sér og sagði mig, þetta gerur aldrei aftur. Elsku drengurinn minn. Aldrei gera þetta aftur. Og síðan fór hann aftur í vinnuna. En býtu, þetta þýðir það þá að mér langar að þess að forvindast inn að þú ert sem sagt að steikja þessar Medister pulsur, en eru þær ekki niður sneiddar þegar þú setur þær á grillið?
Nei, ég hef það í heilu lagi. Þú steikir pilsuna í heilu lagi? Steikja hann í heilu lagi og sprengja hann ekki. Já. Það er pappa minn. Og skerða hana þá niður? Eða... Nei, hann vil fá hana heila, sko. Hann vil fá hana heila? Ein puls á mann. Jam, það vantar ekki. Þetta segi ég við krakkana líka. Það er hvorki meira en minna. Þú ert sem sagt byrjaður á þessu að... Já, ég er búinn að taka út grillið. Já. Það er komið hérna út á pallinn og þeir eiga það til að rispast, sko, gaspútarnir hjá þeim á bensínstöðunum. Já. Skellilega saman, sko, þannig ég málaði á alltaf, ég málaði á gula. Ég skil. Signalgulur, gaskúturinn kominn og allt og leik læsilegt og... Já. Og ég er búinn að kaupa meðistir pilsuður og það eru góðar ferskar, sko. Já. Það eru langt bestar ferskar, sko. Já, heyrðu, þetta er gaman að þessu og hérna, þetta kemur mann í svona sumar stemmingu, það er grill og það er stemming. Sumarið brosir við okkur og... Já. Og hérna ekki úr vegi að brosa á móti. Það er ekkert annað. Þetta verður að vera loka orðin, Meðistir Magnús, ég þakkaði kærlega fyrir spjallið. Gleðilegt Meðistir sumar. Þakkaði fyrir sömuleiðis, blessaður.